Hi, long time no see. My bestie friends. Nei, nú ég eitthvað að bylla. Enda bara heilin á mér í þoku. Núna ég að fara að tala bara heilsu og bara heilbrigðiskerfið og allt svona bara svona eins og við öll bara erum að ganga í gegnum. Ég greindist núna í fyrra með samgróningar í lifurinni og búin að vera í blóðpröfum alveg fullu og járni er búið að vera alveg bara sky high og ég fór í svona tjekk hvort ég var með svona ofhleðslu en það virtist ekki vera þannig að blóðið er eitthvað í einhverju svona rusli sko og svo var mér vísað á rannsókn blóðmeinafræðing og hann sagði það að já, ég ætti að fara til hans og fara og ég þurfti að bíða í 11 mánuði, takk fyrir. Og þannig ég vissi ekkert. Og svo fór ég fyrir svona mánuði síðan til hans, það er akkurat mánuði núna, í dag og held ég já. Og þá fer hann náttúrulega í frí og hann náttúrulega að hringi í mig og láta mig vita hvað kom úr þessu og öllu. Ég búin að prenta þetta út, þú veist, búin að fá þú veist, og hann búin að krossa yfir 8 atriði í blóðpröfunum, þú veist, og ég hef ekki viljað googla eða neitt eða eitthvað svona sko. Og þá þetta eitthvað hvíti blóðkornin og hormónarnir og ég bara, þú veist, ég kann ekkert á þetta, ég er engin læknir. En núna 7. núna ágúst, þá kemur hann úr fríi og ég ætla að hringi hann og fá að vita hvað það hafi komið úr þessu og hvað þetta þýðir og allt þetta. Svo fer ég til meltingafræðingin á 8. og hann ég fer í viðtal til hans og svo kemur þetta allt til ljós. Maður er bara búin að vera með þoku sko, maður er búin að vera að bíða og ég veit, ég er ekki einn um það. Við erum öll, þú veist, í þessum, svona, þegar maður er í þessum rannsóknum, þá tekur þetta bara mörg ár að rannsaka mann bara, það er örugglega búið að taka 10 ár alveg bara að rannsaka mig, sko. Og því að eitt skiptið var ég settur á samheitalyf án þess að ég vissi að því og ég var bullan svitnaði. Ég bara, hvað er að gerast? Ég að fá kvíðakast eða hvað er þetta? Ég bara svitnaði. Og ég var að leika og allt þetta, ég meina þetta var bara að hefta líf mitt, sko. Og nei, þá kom í ljós að ég var komin á samheitalyf og ég þurfti að sækja hjá sjúkratryggingum til að fá alvöru lyfið. Og svo náttúrulega eftir ég fekk það, þá náttúrulega kom það bara ljós að samheitalyfið olli því að ég bara svitnaði, ég var rennblautur og leið illa, átti erfitt með að anda og bara, ég veit ekki hvað sko. Maður þarf nefnilega að vera svolítið vakandi yfir öllu þessu sko, að maður sé, þú veist, það sé ekki verið bara, þú veist, já, og já, ég ætla bara svona að dokumentera bara allt sem er
bara sem tengist bara heilsunni minni bara og mér langar bara dokumentar þetta og leyfi ykkur að fylgjast með það sjálfsögðu. Þeir eru búin að fylgjast með mér alveg síðan ég byrjaði á YouTube og allt þetta sko. Þannig að ég ætla að bara leyfi ykkur að fylgjast með og læti ykkur vita hvað kemur 8. ágúst, maður svona alveg bara, ég veit alveg hvað það að því að bara heilsa mín bara orðin það lélega að maður bara, já, maður svona bara, já, maður bara rólegur, maður æðrilega séð og bara svona, já, maður bara hugsa bara greiði fólki, sko. Ég eiginlega ekkert að hugsa ekkert mikið mig sjálfan, sko. Ég svona frekar svona að hugsa svona, bara svona þetta bara, svona heilbrigðiskerfið og bara fólk að bíða eftir að komast í aðgerðir, það bara sorglegt mál og bara, já, þannig að það greinilegt að ef maður væri ungur að þá hefði maður farið í læknanám eða eitthvað ef maður hefði verið góður í öllu skóladæminu sko. En ég svona bara, já, bara vildi að láta ykkur vita og þetta svona ástæðan fyrir því að ég hef ekkert verið að posta neitt eða neitt af því að ég veit bara ekki neitt hvað ég á að segja og ég vill ekkert segja svona einhverja vitleysu þannig að það hægt að segja, bíddu, þú sagði þetta, eða þú veist, ég bara lenda svo oft í því að fólk kritiserar alltaf, þú veist, ef maður segir eitthvað þetta, þá, þú veist, maður bara, ok, og já, en samt, ég læt það ekki hamla mig, sko, og það á eiginlega bara ekkert að hamla ykkur heldur út af því að maður á að tala bara hátt og skýrt bara hvað að okkur, eða þú veist, ef maður vill það, sko, og bara tala bara hvað rétt, bara hvað í gangi bara í þjóðfélaginu, sko, og samfélaginu bara, þú veist, bara heilbrigðiskerfið og já, bara allt, þetta hvílir á mér að ég bara, já, mér langar bara að segja þetta. En ég elska ykkur all og segja love og bara love, sjáumst næst.